Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur minn núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands. Vertu velkomin. Takk fyrir kjærlega. Golfvertíðin bara öll að fara af stað, alls þar. Já. Og opna flesta velli. Ef ekki allir bara. Já, ef ekki allir. Búnir að opna núna á þessum tímapunkti. Já. Og svolítið gaman hvernig svona iðkunn að breytast, sumir eru löngu byrjaðar finnst manni því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir austan fjall mögulega og fyrir vestan og svona. Já, á Suðurlandi, þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur boðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir iðkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo framvegis. Sko, ég kynntist þýskum manni í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur eitt hring. Hann býr í Flensborg og rétt hjá Kíl og þekkir handboltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko, hann bara mikil áhugamæður þetta. En hann finnst svo merkilegt að sko þegar hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði Keflavíkurvöllurinn golfvöllurinn og svo bara kollakolli. Já, svo tökum við Grindavík og Vogar og Keilir og svo allir þessi vellir hérna í höfuðborginni. Og svo í borginni alveg fjöldi í þéttbýlinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá, en þetta bara ekki nóg. Sko þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega eru í höfuðborginni og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti en vittu til, þú veist þetta hefur verið 8-11% vöxtur og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin þannig að við hugsaðum með okkur ef við verðum nú skiljaðans þróunina heldur þetta svona áfram eða hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum og eðlilegt að sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuðborginni og það eru þetta svona með lýðheilsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvelli í nærumhverfi og ef að sveitafélagin eru til í að vera sammála okkur með það að þá þetta bara vantar fleiri velli og það virðist bara vera, það tók vel við sig núna í kosningabaráttinu fannst manni að stjórnmálamenn þó þeir þekktu ekkert til golfhreyfingarinnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamans að það sem vera skráðir í félag að þá náðu við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í frambúði voru upp á það skilja bara það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heimabyggð og þá getum við meira að tekið þetta niður á einhver OECD viðmið á grænum svæðum og annað það sem er verið með einhverja svona lýðheilsu og viðmið að búa eru í borg þéttbýlu svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sjá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það er svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar á velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna er tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttasvæði í borg og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka. Já. Hvað það með svona að maður lítur yfir þetta sæði, þá sér maður hverki pláss fyrir golf. Jú, það er alveg fullt af rými og það er svolítið gaman, trúðu mér og það er líka búið svolítið gaman. Já, hljómskálagarðin og Klambratún og eitthvað svoleiðis. Nei, ég meina, þú veist, ruslahaugarnir upp í Gufunes kirkjugarði, ég meina, ég sagði fyrir mér, geggjað hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta þarna svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég meina, það er nægt landrými og ferði þarna upp við Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá er alveg með svæði sem er hægt að nýta
og þarf í raun og veru kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúana þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleyrarvatnið og hérna út í Krýsuvík, þar næsti golfvöllur í höfuðborginni að rísa. Já, Hafnarfjarðarbær Krýsuvík? Já, nær Hvaleyrarvatni svona sirka, en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað. Þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setbergsvöllurinn færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna. Þannig að og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér 9 hólum í viðbót. Hvað konar margar fyrir utan Ljúflingin? Það eru núna, þetta 18 hólu völlur og svo bætast við 9. Og svo Ljúflingurinn líka með sína 9 og Oddfellurhreyfingin á Íslandi þarna styrkur stuðningsaðili og fjárfestir. Og þannig að það má segja að það uppbygging í gangi en það mun ekki nægja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG. Það varfærinsspá og háfleygsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%. En þetta sem þú, staðsetningar svo það nefna þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjávarmáli, það svona sem verða kannski seinna tilbúin á vorin og... Já, og þá hefur við líka verið, við undirbyggum svona gögn með verkfræðistofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirinn var framundan hjá þeim, þá fóru þeir í svona átak að teikna upp, svona 3, eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par 3 velli og þeir teiknu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem eru samt bara fínir fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í 2 tíma leik, þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru tekjumyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona. Þannig að við erum líka bend á þetta, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar þá erum við líka, við erum að skipta umræðinu upp í það líka, við erum íþróttasamband og til að svona auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrikinu að þá þarf auðvitað að huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keppt í heima og haft aðganga að topp keppnisvöllum og líka þá kannski ferða að saminast einhverjar mótaræðir sem að svona eru keyrðar innan Skandinavíu og annað, það þarf að búa kannski til tækifæri líka. Ég spilaði á Spáni og stólu með nafnið alveg glæslen 3 par 3 völl alveg glæsilega og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman. Já, mér dettur í hug líka því ég var síðast þarna á Bernardus þar sem að Solheim Cup kvenna svona rætirkeppnin verður haldin í Hollandi næstunni. Þar æfingavöllurinn, hann einmitt svona, hann er þannig að þið langar út á hann, hann er svo fallegur. Og þetta er bara svona par 3, eða svona stuttaspilsvöllur. Og þá þetta að hugsa líka, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju? Við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspilsspili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl. Þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum. Alls ekki, heldur í minni útverslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkert heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæðið upp á. En þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður, fyrsti golfvöllurinn, hann reis í Laugardalnum, ekki langt frá okkur, hér. Já, ekki í Kringlumýrinni. Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrina og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmálamenn verða að fara að hugsa líka, nú ætla ekki alltaf íts út í jaðarinn, heldur einmitt að hugsa halda svæðinu áfram inn í borg. Þetta hljóma mjög vel, skemmtilegu völlur og þá verður ekki 4 tímar. Akkurat. Og það er svolítið mikið fyrir sumt fólk að
að spila 4 tíma, bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki. Akkurat, og þetta líka, ég meina, frisbee-golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn því að það eru krakkar bara geta hlaupið út í 1,5-2 tíma og það er komið sér fyrir hér og þar. Þannig er líka að hugsa svona minni golfvelli, minni útfærslur. Fossvogurinn hefur verið nefndur líka. Jú, alveg rétt. Já. Og það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi, þar mun flutningur eiga sér stað. Já, einmitt. Yfir og þá nær Bessastöðum. Já, Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi. Já. Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir nokkur sinnum á öld. Já, við erum vön því. Við bara mætum vaski sjálfbúðarlega golfhreyfingarna koma og rótum grjóti. Grindvíkingarna, þeir fá oft yfir sig grjót, bara hnullunga á golfvellin hættan sjáa megin og þeir bara þegjandi hreinsaður þetta bara. Já, vestmanneyingar og golfhreyfingin er kannski ekki að kippa sér upp fyrir svona, þetta er auðvitað ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sig, það þarf stundum að taka svona áhlaup og hreinsu upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina, Kópavogur, þú veist, það eru svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það er alveg til svæði. Já, bæjarstjórinn líka talað hérna við Guðmundalund. Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efaði ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og þetta eru mörg samtölu sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi. En þetta hljóma mjög vel þegar maður er eldar sko, þetta verður gott en þegar maður er með gang. Já, en þú þekkir þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum, það er það að þegar fólk kemur inn og að því við erum á almenningsíþrótt á Íslandi, þetta er ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta er bara þetta er ríkramanna sport í mörgum löndum og það eru flestra að vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur, jafna hlutföll kynjanna og svona tala meira inn í þennan lýðhelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling, þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði, þú veist 5 km fyrir 9 holur og 10 fyrir 18 það er svona góð þumalputtaregla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum náði gegn til almennings að þetta er frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og þess vegna fattar fólk allt í að þetta er svo miklu meira heldur en bara að eldast við kúluna og tæknilegar útfærslur og keppni við sjálfa sig sko. Já, við hjónum við spila mikið á Spáni, vorum þar tvisvar í 6 mánuði, svona í vetrartímann og endum í COVID. Nei, en það var sko, þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu, bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi, bara út allt og þetta var mjög skemmtilegt sko. Að þá bara oft sko það líka svo vel á öllum sko. Þetta er svo gaman sko nema eitt og eitt högg það er náttúrulega heyrist á og til en svo ég var að segja hérna frammi á hann að eitt sinn komum við svona til að snemma mótni þarna upp í GKG og svo erum við að leggja bílnum og þá eru litlu krakkarnir að mæta með golfpókarn sinn á bækinu og svolítið flott sko og svo aðeins þá sáum við sko þess að 8 ára við voru líka mæta sko og þessi sko 8 ára og 80 ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum á sama vellinum sko. Þetta er svo yndislegt og þarna stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta er, og þessa þróun sá maður byrja að gerast eins og kannski, ég var að segja fyrir 20 árum, sem maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt. Það var sumir sem fussu og sveigiðu yfir það að veru börn og úlingar komnir út af völl. Þú veist, það var bara þannig og ég hef upplifað það sjálf að heyra svona orðfæri gagnvart unga fólkinu, en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fyrir saman, ömmur og afar eru jafnvel stolt og að draga krakkana með sér og koma þeim af stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum af stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko. En svo er líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa
golf og ná tökum á því. Já. Og svo þurfa þau kannski að hætta að koma barneignir og allt það. En sko, grunnurinn alltaf til, sko. Já. Svo að mæta aftur út á völl og þá bara grunnurinn til, sko. Já, það svolítið heppilegt að byrjar nóg ungur, þá maður aðeins mýgri. Já, ég byrjaði 56 ára. Sko. Já, þú sér, en samt mögulegt, sko. Ég segi oft, ég dró pappa á stað, 77 ára. Það ekkert seint að byrja, en vissulega heppilegra að þú byrjar, og við segjum oft, sko, þetta eru framtíðakylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það er það. En við erum enn að kynna það svolítið, við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur. Og það er staðreynd. Það eru alveg 4500 núna sem eru 19 ára og yngri og þetta er mesta aukningin. Sjáðu til, það er mesta aukningin af þessum 11.000 mann sem kom inn á milli ára, það er mesta aukningin 19 ára og yngri. Þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagolfi líka. Það er að verða til svona félagsmiðstöð var stemning hjá krökkunum og þau koma saman, þau fatta, heyrðu, þetta er ótrúlega skemmtilegt og þetta er bæði keppni við sjálfa sig en svo er þetta líka þessi félagskapur sem að er bara að draga unga fólkið í golf. Það er alveg frábært. Já, svo kynnist maður bara fólki og það er bara gaman. Já. Þetta er skemmtilegu leikur. Þá er þetta bara, við búum samt við þetta að það vantar aðstöðu. Það vantar aðstöðu og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag. Þú veist, og þetta er svolítið svona eins og maður segir oft, þú veist, fjöllum það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það er, þó að fólk séu þetta frústrar oft í golfi, þetta er svolítið svona hugaleikum við sjálfa sig, sko, og erfitt á köflum, að þá er þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mist maka eða annað eins. Þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföll og svona, að því þetta er samfélag. Og það er það sem við megum ekki gleyma, þetta er samfélag og mjög jákvætt samfélag, kærleiksríkt myndi ég vilja segja líka, en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu. Þetta er svona samansafn af alls konar þáttum, þú veist, fólk er búið að mennta sig, ég meina séðu vallarstjórana, þeir fóru sko margi til Skotlands á sín tíma að læra þessi fræði, hvernig á að viðhalda golfvellinum sko. Þannig að þarna er alveg óðbúslega þekking sem að verður til þess að þegar fólk núna mætir út af völl, sér bara tvíli gæði sko, þegar nú þekkið þú að spila á Spáni og hér og þar út allan heim, að svo sér það allt í einu hvað við flotta velli, sem standast bara samanburð og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þeir sjá hermagolfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur, þetta er bara það flottast í Evrópu. Þetta eru svo stórar og flottar aðstæður sko. Já, svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu, maður sérstaklega til Belgum sem voru að spila með okkur, að það muna ekki svo miklu hvað öllinir hjá þeim voru opnir og hjá okkur. Nei. Það er óvinni seint núna sem við byrjum reyndar, en þá hafði þetta verið bara betri árið, sko. Það munaði lengur, sko, sem að við gáttu verið út að spila, út af veðri og vetri, sko. Já, sko, þetta er einmitt eitt af því sem hefur komið með færninni, þú veist, að halda völlunum góðum, að þessi vallastjórar eiga bara mikið hrós skilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að, þú veist, sjálfbærninni og hafa verið langt á undan oft finnst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þeir hafa leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja maí, þú veist, svona allavega júní og svo fram yfir verslu allavega, ég meina þetta er bara búið að lengja tímabilið í dag, fólk er bara orðið óþreyjufullt í apríl, sko. Við erum stundum spilað þessi í 6 mánuðir, sko. Algjörlega, og meiri segja, sko, að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði, ég var að spila Sandgerði núna á dögunum. Og hann er alltaf fínn maður. Já, bara allt árið, þá auglýsa þeir, sko, sumagrín, það er opið inn á flatirnar, allan ársins hring og þú veist, þetta er náttúrulega bara þvílíkur lúksus að geta gengið að þessu. Þetta er metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni. Ég hef oft spilað það. Mér finnst líka sko grínin hjá þeim svo góð. Frábær. Já. Það er svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko. Já.
Og ég held líka að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens, gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast jafnvel með settið og þá fer það að sjá, metnaðurinn í bara hinum og þessum, jafnvel bara sjálfbáðarlegum í hverjum klúbb út á landi, sko. Skagaströnd takkar, sko, við fórum þangað, ótrúlega, sko, 30 manns í klúbbnum, sko. Já. En þetta ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt, sko. Já. Og það eini golfvöllurinn á Íslandi sem ég séð, það sem að líka á skilti, sko, þegar maður er på teig, hvert falli verður, sko, eða brekka upp í móti, það er bara, les maður það bara, sko. Já. Hugsaðar metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér finnst eitt af skemmtilegasta við hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins. Það er þegar við förum út á land og hittum klúbana fyrir og ég meina svo Austurlandi, þar er þetta bara komið svona nýja kynslóð sem er tilbúin að taka við og er bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkin og benda á hvaða tækifæri þetta getur verið af því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landslutum. Hér í höfuborginni þar ertu með fólk, þú veist, á biðlistum sem er tilbúið að komast inn en út á landi þá náttúrulega ertu komið annars konar tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem er að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og á Ísafirði og á Seyðisfirði, ég held að sé milli 3.000 og 4.000 manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar ef þú ferð að markasetja golfvöllin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnvel bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það hlýtur líka að vera kostur bara fyrir svæðið, það geta búið upp á fleiri afþreyingamöguleika og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn að því að golftúrismin, hann er nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við erum nú alltaf hamast við að reyna að ná og þetta fólk sem er að koma af skipunum er það oft á tíðum og ef þú ert búin að markasetja þetta en svona inn með ferðaþjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðarlega tækifæri en þá til að hversu mikinn áhuga þarf maður að hafa golfi til að vilja vera forseti golfsambandsins? Það er mjög góð spurning. Man segir oft sko að þetta er meira gaman en leiðilegt. Ég hef haft mikla ánægju af því að taka þátt í þessu. Ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golfbakgrunn. Ég er ekki alin upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem er alin upp þannig að ég hef búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæri þarna sem að kannski aðrir sáu ekki þú veist, þá er maður að koma úr annarri átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona að því að grunn kjarnastarfsemi íþróttasambands eru auðvitað að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innveð uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýrslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa ok, kannski bara er einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin er að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka aðeins að fara að huga þú veist hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt verið í annars konar þjónustu við klúbbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vör við hvernig krakkarnir voru að reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með Kylfingi sem að þjóðin þekkir í dag, Ólafía Þórunn þannig að hana vantaði aðstoð hún hafði aldrei farið í svona útvarpsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkur sem allar sér stóra hluti út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegnum störf mín
kom almannatengslum á þeim tíma með verkefni sem Team Visa. Það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara að taka þátt í Ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leyfa þeim að hitta stórstjörnur og svona goðin sín. Þannig ég segi, ég get örugglega hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því þú spyrir hvað ástríðu og hvaðan kemur þessi áhugi sko. Þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða. Ég byrjaði að hugsa, stelpunum vantar aðstoð. Þú veist, það þarf að auka þáttöku kvenna í golfi á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part. Og þar með fór ég af stað og hugsaði með mér hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn Anniku Sörenstam því ég vissi af tengingum þar og þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum golfið. Þannig að við vorum fullt af viðburðum í kringum Anniku Sörenstam sem kom hingað til lands og eitt leiti af öðru og ég var spurð hvort ég hefði komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni og þannig að þú heyrir, þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskynningamála og kostunarhlutin var það sem að ég gat svona unnið markvisst með og við vorum að auka þáttöku kvenna. Við stemdum á 20% þáttöku þar og við erum komin í svona 14-15% í dag. Þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börn og unglinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun. En á baku tjöldin erum við alltaf að vinna markvisst að svona viðburðum og keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar. Hvað segir þessi hátt hlutfall kvenna? Við erum komin í 15, ég var að vonast þess að geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli. 15-16% hlutfall kvenna. Munar svona miklu? Það gerir það. Nei, fyrirgeðu, ég er að hugsa börn og úlingar, börn og úlingar 20% en konur og kallar 40%. Við erum að stefna að 40% þáttöku kvenna og við erum í 34% núna í þáttöku kvenna. Já, nei, það er ekki, það eru þetta er að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50%. Það verður næsta markmiðasetning. Já, bara að taka eina dröpinu, þetta er næsta. Já, akkurat. En virklustun Sigurjón, vel gert þarna. 20% barna og unglinga og við erum komin í þessi 16% svona og erum þar að leiðandi þegar við erum að stilla upp svona vegferðin okkar, afreksvegferð þýðir raun og veru bara að aðskilja kannski keppnislutan frá þessum almenna iðkanda af því að þar er okkar fókus svæði bara hreinlega og þá erum við að skipta þið upp þannig og til að vinna markvisst og vera ekki að reyna að fá allt og unga krakka heldurinn í alvöru keppnir að þá erum við búin að sortera þannig að við keyrum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa á 14 ára aldri þá byrjum við að ræða við þau, þú veist, ertu eitthvað að spá í að fara í háskólagolf, hefur þú áhuga, þú veist, þetta er svona, þú finnur það þetta bara þar krakka hafa mikinn áhuga og þá fyrir þau að leiðbina þeim með hvað standi til boða, ekki bara fara eitthvert heldur, þessi leið hefur gefið vel og þetta er sniðugt og þá erum við í raun og verum markvisst að vinna með amerísku háskólaleiðina því að þar er svo góða aðstaða og það er svo margt sem kemur með því. Þú vil alveg segja, þetta er tvískipt, það eru keppnis- og afreksfólkið og svo við hinn. Já. Svona alveg stórt bil á milli. Það er það og það er það sem að kannski er svolítið, þetta er svona áskorun okkar, þú veist, það er að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla. Því að sumir vilja bara keppnisgolf, aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan er. Sumir vilja bara geta hlaupið út í sinn klúbb daglega og sem oftast bara að þess að séu biðlistar og sé pakka á völlunum og hvað þá keppnir á völlunum. Ég meina það eru bæði GSI-mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir. Það er klúbbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslandsmót og þar með er þetta samstarf að koma okkar GSI-mótum fyrir og Íslandsmótunu, þú veist, í högleik og hólukefni og svo eru klúbbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er allur aldur, þú varst að nefna það sjálfur einmitt áðan, þetta eru börn og unglingar og þar er skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttarstarfsemina sem slíka á meðan að ég er alltaf að halda þið fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með
óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og þramma og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustustofnanir. Þar sparast peningur og þar er maður líka að segja að sveitafélag ætti kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðheilsu svona að sjónarmiði sko. En sem komið þá horfum við til barna og unglinga og kannski eðlilega þegar íþróttarstarf sem ræða, það er kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera í íþrótt eða afreki. Það er svona það sem er alltaf deilt en klárlega að fara að sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur. Því að við efumst ekkert lengur það þegar þú sér þetta þýði og ert með þarna 1000 manna sem eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir að og félagskapin sem stór hluti af þessu. Það er það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi. Þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi. Að tala að ganga, ég gengist þeirri fyrir golfi náttúrulega og svo ég með border collie hund, þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8 til 10 kilometrar á dag. Já, vel gert. Það var eins og á St. Andrews í Skotlandi, þá sérðu hunda hér og þar með eigundum að labba allt og bara njóta. Þegar ég að fara að keppa, leika mér þetta 18 hólur að hundur mig ekki komið. Já, ég held að Ísland, við höfum ekkert verið svo væn hundaþjóð hingað til, en ég held að fram á við, ég hef búið hundakettling líka, en ég meina við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur, það eru áhorfendur að mæta með hunda, vel uppalda hunda. Við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða. Nei, ég vil segja, það er ekki að koma með geltandi hunda, en ef þeir eru vel uppaldir þá er þetta náttúrulega bara ofsalega fallegt samviti. Svo er það líka bara í sumum hundum að þeir gelti ekki nema í neyð, sko. Þegar mjög geltir ekki nema bara, veit ég hvað þarf til þess? Nei, ég var nú að spila. En sko, dóttir mín bjó í Stokkhólmi og þar mátti fara með hunda með sér, sko. Já. En ef það var eitthvað vesinn, þá bara vísaði vellinum. Einmitt. Ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum, og þar var hundur í lausagöngu og hann verður ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa, ég meina þá er þetta orðið vesen, þannig að hver veit eigandi verður svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekkert að gengið eitthvað fram á við sko. Hafa á því taumi. Heyrðu, en tíminn að runni frá okkur. Þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir forseti Golfsambandsins. Já, takk. Segjum svo loki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.